hefði búið að vera mjög gaman að fara yfir þetta meðreildur og hérna hafi ég haft trú á þessu fyrir þá að margvaldastæði. Eitt sem ég langar að spyrja þig hérna svona að því að við sittum nú hér í Reykjavík, hérna höfuðborg Íslands og Grænland okkar næsti nágranni. Hvaða tækifæri eiginlega fyrir Ísland? Nú Amarok skráði hér í íslensku kaupöllinni, þeir eru auðvitað að leita fyrir ykkur annar staða líka. En hvaða tækifæri eru fyrir Ísland bara til að þjónusta Grænland með aðskiljanlegustu hluti? Stundum, ég hef nú heyrt menn segja, það var nú ágætt að hafa bara Reykjavíkurflugvöll bara til þess að eiga samskipti við Grænland, ef út í það farið, en bara það að þjónusta á svo mörgu sviðum vegna þess að grænlendingar eru ekki nema hvað rétt tæplega 60.000. Þó við séum ekki margir Íslendingar, þá erum við talsett fleiri og hefur kannski innviði miklu, allt öðruvísi og öflugri innviði. Hvernig ættu við að nálgast þetta við Íslendingar? Ekki mikil tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki og íslensk stjórnkerfi að... Já, bara, þú veist, hvað eru við Íslendingar góður í? Við erum góður í, við höfum byggt hérna á síðustu 40-50 árum innviði, í orku, vegum, öllu stóti. Við kunnum þetta. Og ef við tökum Amarok sem dæmi, við erum að nota Icelandair, þeir flytja starfsmenn, taka tvö flugi í mánuði, flytja 50, 60, 70 manns. Við erum að nota Eimskip, þeir flytja alla vörun okkar. Við erum að nota Verkís, við erum að nota köfunarþjónustu í flotbryggjur. Ég geti bara, þetta bara 50 fyrirtæki. Það fyrir þig einfaldast að fara til Íslands og fyrst? Ekki einfaldast, það gæti alveg verið frá Maine eða Kanada, ef við værum þannig ekki búsettir hérna, en það náttúrulega landfræðileg staða sem gera verkum að við getum unnana. Nú, Landsbankinn með lítið lán hjá okkur, þeir þurfa að skila lagaumhverfi, lögfræðistofur og svo framvegis. Þetta er $200 miljónir verkefni, þetta lítið í mæning. Þú veist, flest námuverkefni eru kannski tvöföld stærð Kárahnjúkavirkjana. Þú sást nú hvað Kárahnjúkavirkjun gerði fyrir íslensk efnahagslíf. Ímyndað að íslensk fyrirtæki væri gangnagerð eða bara komið með matinn eða ímyndað við byggjum upp, við erum með gámaeiningar sem við gerum kamp sem svo hótel, sem þú veist, við erum með stólpa á Íslandi. Þú veist, þetta allt þetta og þetta eru alvöru hlutir, alvöru fjárfestingar. Tölvukerfi, þegar þú byggir námu þá byggjum við höfnina, veginn, brýrnar, vinnsluna, við byggjum hótel fyrir 120 manns, við þurfum að koma matonni, allt, við erum með læknastofu á staðinu, þú veist, allt þetta. Þannig að þetta svo ótrúlega mikil áhrif og þá spurning, þeir eru eins og þú segir 50.000 manns og þeir hafa bara ekki vinnuafl í þetta. Hvar á vinnuafl að koma og í gegnum hvað? Það verður ekki allt Íslendingar. Þeir eru ekki vinnuafl og þeir eru ekki fólk heldur til að þjónusta. Akkurat máli og þeir hafa hluta til. En þetta geta löndin gert saman og það svona að það fyrir íslensk stjórnvöld og grænleg stjórnvöld og kannski Færeyinga búa til fríverslunarsvæði, efnahagssvæði. Það verða svo ofboðslega sterkur stöðugögn þeim. Sjáðu hvað, það var nú bara fundur í dag. Evrópusambandið tvöfalda fjárútlát til Grænlands. Bandaríkjastjórn, fókus á eignarskræðan. Þetta það sem veitur okkur mestan möguleika alþjóðlega að vera nægilega nálægt grænlendingum og þá eru bara hlutir eins og að útvega lækna eða kennara eða flugumferðarstjóra, oft þetta bara þjónustan og hún auðveldur svo hérna. Veistu til dæmis af hverju margir ekki átt að segja því, af hverju flýgur Greenland frá Kangerlussuaq yfir Ísland og til Álaborgar? Meikar enga sens. Við erum bara að kynna okkur sem hub fyrir Norður-Atlantshafsflugið, en þeir fljúga bara yfir. Ef þú pælir eftir því, það ekkit endilega því að Danir eitthvað svona, við ætlum að fá allt til okkar. Þetta líka bara flugmennir, þeir vilja bara sofna í Danmark, þeir vilja bara ekki búa í Grænlandi. Eða flugumferðarstjórarnir vilja ekki fara þangað. Þannig að við búum hérna út á Ballarhafi og erum vön veðrum og myrkri og allt þetta. Þannig að við höfum svo margt svona fram að færa. Er ofsatt að segja að Grænland gæti verið okkar stærsta tækifæri? Nei, það er algjörlega klárt mál. Og ástæðan fyrir því,
þetta liggur svo vel við af því þetta eru físíski heimur sem allir þurfa að halda. Ef þú þarft vassafl sem baseload orka, Grænland. Ef þú þarft þessi eiga gagnaveraganga, Grænland. Hvað það að gera það annars staðar? Mali? Nei, þú vilt ekki gera það þar. Þú vilt gera þetta á Vesturlöndum. Þannig að þetta er þetta stóra tækifæri sem framan okkur og við erum í svo óbáslega góðu stöðu til að nýta það.